Ég geðveikt ánægður hvað eru margir búin að sjá fyrsta vlogginn og hræðir mig svolítið. Ég veit auðvitað ekkert hverjir að horfa á mig, að horfa á þetta, mig og Anitu. Þannig að endilega skrifið fyrir neðan inn á YouTube, eða þið eru skráð inn á YouTube, bara subscribe-iði síðuna. Þetta eiginlega eina sem verður þarna er bara þetta og já, og svo kemur í ljós bara hvað annað gerist. Já, endilega látaði mig heyri í mér hverju þið eruð og af hverju, hvernig funduð þetta? Hugsalega örugglega gegnum Anitu, en endilega látaði mig vita, ég er forvitin að vita hver þið eruð og látaði mig vita af hverju þið að fylgjast með, hvort þetta sé forvitni eða bara gaman að fylgjast með vitleysunni í mér og öllu þessu. Já, endilega horfum við á næsta dag, bara takk fyrir mig. Góðan daginn, þá það föstudagur og við erum að skoða íbúðina sem við vorum að kaupa okkur. Ég ákvað að leyfa ykkur að sjá með okkur. Þannig að já, þetta verður eitthvað herbyggi, hvort þetta verður vinnuaðstaða eða já, það er eiginlega ekki, við erum ekki alveg búin að ákveða það. Svo er þetta inngangurinn. Hérna er stofan. Já, eins og þið sjáið þá er þetta nýtt og það er ekkert búið að gera. Já, hérna verður eldhúsið hjá okkur. Eins og þið sjáið, mjög fallegt og flott. Já, þá höldum við áfram. Hérna er svo annað aukaherbyggi. Eins og ég sagði, við vitum ekki alveg hvað við ætlum að gera við þetta herbyggi, hvort að þetta verði vinnuaðstaða eða bara fataherbyggi eða eitthvað, það kemur bara í ljós. Svo er hjónaherbyggið, það er hérna. Ég veit ekki hvort þetta kemur sérst eitthvað. Skáparnir verða hérna. Anita er farin, hún var þarna, er hún. Þvottaherbyggi. Það er hér. Og svo er það baðherbyggið. Og við pissum á hlið, sem sagt. Og bakari. Yeah! Já, við fáum íbúðina í lok þessa mánuðs. Það er mikið sem gerist í þessu mánuði, þannig að þið verðum bara að fylgjast með. Herru, þá bara þangað til næst. Ja, herru, þá erum við komin heim. Anita, hún er farin að vinna, hörkudugleg stelpan. Og ég er svo sem þannig séð að vinna líka. Ég er að tala við ykkur og halda þessu öllu uppi. Dagurinn í dag var rosalega mikið þannig að ég var auðvitað bara í vinnunni minni og Anita var í vinnunni sinni. Og svo ákváðum við sem sagt þegar vinnudegi var lokið að rúlla aðeins og kíkja á íbúðina sem ég var að kaupa mér, eða við vorum að kaupa okkur. Og ákváðum að leyfa ykkur að sjá það líka og fylgjast með því. Svo bara, já, hittum við, pabbi kom og já, pabbi kom og hann og Sara og Ármann, þau komu og skoðuðu líka íbúðina. Svo bara fengum við að fara að borða það. Ég var ekkert eitthvað að taka það upp. Einhverju hluta vegna pældi ég ekki í því. Þarf að læra það að vera duglegur að taka vélina upp og taka upp. Já, þetta verður, já, kvöldið í kvöld verður ekkert mikið meira þetta. Við verðum snemma að sofa, við verðum að fara að vakna snemma á morgun. Eða eftir fyrir ykkur og við erum að fara að Grand Hotel og svo verður smá svona stefnumót hjá mér og Anitu. Og já, svo bara kemur annað í ljós og
endilega haldið áfram að horfa og takk fyrir að horfa. Ok. Herðu, ég má vist ekki taka upp hérna í Grand Hotel og já, sem frekar leiðilegt, en svona eru bara reglurnar. Við kannski útskýrum betur á eftir hvað var í gangi og ég ætla að meta það sjálfur hvort ég þóra að gera eitthvað, taka eitthvað upp eða eitthvað, en ég efast að gera það. Já, sjáumst á eftir. Vil ekki klappa fyrir okkur aldrei? Og ég lífstilsleipið hennar bara eftir þetta. Halló, ég var ekki búinn að segja byrja. Það var ekki byrja. Þau eru bundin saman. Einu reglurnar eru, bandið má ekki slitna og það er bannað að losa bandið af hendina á sér. Nú er þið. Bannað að losa eða bannað að taka af? Mátti ekki taka hnúti og ekki tróða það. En með fengri? Nei, það bara. Þannig að þið þurfum einhvern veginn að snúa ykkur út úr þessu. Og í velulaun eftir að dansa við í Bói Óskars. Já, ok. Það er músíka. Það er músíka, við byrja núna! Þetta er hægt! Nei! Þið þurfið bara að finna leiðina! Bannað að taka bandið af! Nei! Hægt að segja nei! Nei hvað? Hefur einhver farið í gott lýs? Vilja einhver aðri? Skoðið hvernig þetta lítur. Já, ok. Svo þetta fór bara svona. Nei, farið aftur eins og gerir, bakvega. Já, hei! Hann gafst upp. Já, góðkvöldi. Herðu, núna er komið sunnudagur. Dagurinn í gær var rosalegur. Þetta var hrikalega góður dagur í gær, sko. Byrjaði þetta á því að vona ég sést eitthvað, núna þetta er örugglega skárra. Já, hann byrjaði þetta á því að ég og Anita vöknuðum bara og hendum okkur í föt og fórum á Grand Hotel. Það er þess að lífstílsdagar hjá Urbalef. Ég mæli með að flest allir mæti þangað. Það annarkvort geti haft samband um mig eða aðra leiðbeinendur eða Anitu. Hafið samband um mig. Og já, þetta er rosalega fræðandi og
þetta er geggjað. Leiðilegt að ég mátti ekki taka upp 1-1 sem varninni. Þannig bara reglurnar og ég fer eftir þeim og ég ætla að halda ykkur öllum hérna rosa góðum. Og hérna, já, þetta var geðveikt gaman. Bæði það að ég fékk rós fyrir að ég hafi skráð mig inn og eitthvað, og svo á 2 vikum þá hækkaði ég mig upp í markaðskerfinu og ég var verðlaunaður aftur fyrir það. Þannig að ég fékk alveg ágætis athygli, svolítið stressaður í verðaveikjuna, svona að kom smá piss í buxurnar yfir stressleika, en þetta var geðveikt gaman. Og líka bara væpið sem þarna, þú veist, þetta fólk æðislegt, sko. Svolítið væmið hjá mér núna, en þetta var ógeðslega gaman. Kannski út af því að ég fekk að fara upp á svið og ég fekk athygli, það örugglega plúsinn líka, sko. Dagurinn í gær, já, svo fór ég og Anita bara heim og höfðum það bara kósí og já, svo fórum við á date, stefnumót, bara svona fengum að hafa svolítið svona við kvöld eins og eru búin að sjá. Ég veit ekki hvort að ég tók ekkert upp, held ég. Við fórum á grill, fengum okkur að borða þar og fuck hvað þetta var gott, sko. Afsakið orðbragðið, þetta var geðveikt. Við fengum okkur 8 rétti. Anita auðvitað snillingur í þessu, hún kann svona hvað maður að panta. Ég hlýddi bara, en þetta var geðveikt gott. Og maður var alveg sattur og pattaralegur af því. Svo afsakið, það er smá rigning úti og já, svo eftir það þá fórum við og hittum Herbalife fólki aftur sem að fara til Prag núna eftir 2 vikur eða 3 vikur, ég held að séu 3 vikur og já, það var líka geðveikt gaman. Og veistu, ég held að þið þurfi bara að koma og fá að upplifa sko sósalinn í gegnum þetta kemur alveg fáránlega óvart hvað mér finnst þetta skemmtilegt. Já, núna er ég á leiðinu upp í Fittsson, upp í vinnu og er að fara að hitta Óskar, fóstra minn, leiðbeinanda. Og hann ætlar að refsa mér út af því að ég er fyrst að fara út núna úr húsi. Það er sunnudagur, Óskar, ég veit það. En já, klukkan er, hvað er hún, 10? Já, og jú, ég var að komast á fætur. Fengum smá heimsókn frá að kom einstaklingur, strákur í heimsókn og það á eftir að koma í ljós hvað er á bak við það. Einhvern tímann og já, herðu, ég nenni ekki að tala meira. Ég er allavega geðveikt ánægður. Dagurinn í gær var geðveikt skemmtilegur og bara ég get alveg vanist í að lifa svona huggulegu lífi. Herðu, ég verð að sjá okkur öðru. Konan er að hringja, maður verður að svara henni. Ok, takk, bye bye. Herru, þá erum við komin upp í Fittsson og átöku hvort að sé ykkur að vinna. Það er þetta end of week núna og tjekkum að hvort að sé ykkur að vinna. Það er ekki mikið af fólki hérna núna. Sætlinir. Klukkan er 10, what the fuck, man? Það er skamma mér. 30 armur. Herru, þá er ég búinn að vinna upp í Fittsson í kvöld. Er núna á leiðinni heim, er að fara að klippa allt vídeóið og fara að sofa. Planið er að fara að vakna klukkan 5 í fyrramáli, henda í sig þrennunni, shake, aloe vera og teð og taka æfingu í, ég veit ekki hvort ég má segja það, turninum, Kópavogi. Þeir sem vita hvað ég er að tala um. Það er nú ekki flókið. En já, klukkan er núna 8:30
hún 11:30 og... Herðu, mér langar að spyrja ykkur, þið sem eruð að horfa á, mikið óboðslega, finnst mér gaman, smá, svona hræðið mig pínulítið eins og ég sagði í byrjun á vídeóinu, hvað margir búin að horfa á, þú veist, vídeóið sem ég sett í seinustu viku. Ég og Anita erum rosalega hissa á því miðað við þetta fyrsta vídeó, hvað margir búin að horfa á þetta. Svo þetta bjóði til like-síðu í dag, sunnudag og já, ég átti ekki vona að eru þau svona margir sem myndu vilja taka þátt á þessu. Mér þykir rosalega vænt það og mér þætti líka geðveikt vænt að fá að vita, bara svona að heyra í ykkur, bara, þú veist, hver ertu? Segð mér eitthvað frá þér. Getur annarkvort sendt mér í skilaboðum eða bara sett inn á vegginn hjá mér. Annarkvort inn á like-síðunni eða inn á Facebookinu mínu. Mér langar að vita líka ykkur, þig. Þú veist, ég auðvitað að reyna að opna mig eins og ég get. Svona, þetta erfitt en samt spennandi og mér finnst það gaman. Byrjiði bara á því að skrifa hvað fenguð ykkur í morgunmat. Það bara ágætis spurning. Bara á sunnudegi eða bara núna. Hvað fenguð ykkur í morgunmat? Endilega skrifa það fyrir neðan í kommentin og þykir vænt að fá að vita eitthvað líka meira ykkur. Og svo já, endilega skrifið fyrir neðan.